Hæ, ég heiti Guðlaug. Ég heiti Lóa. Og við erum að ljúka 10. bekk í Réttarholtsskóla sem að því að við þurftum að klára lokaverkefni. Við komum hugmyndina og því við báðar höfum áhuga á kvikmyndum að við vildum sjá þróunina kvikmynda. Við framkvæmdum það þannig að við horfðum á bíómynd fyrir okkur einasta áratug, bara frá því að bíómyndi byrjuði, til þess að skoða þróunina á bæði samfélagslega og tæknilega. Við passuðum að myndirnar myndi vera einhverja myndir sem voru frægar á tímanum, ekki sem eru frægar núna í dag, og því við vildum sjá hvaða voru fólk sem fíla á tímanum til að fá betri bara ímyndun á samfélagsstöðuna. Þegar við vorum að reyna að velja myndir, þá höfðum við nokkur atriði í huga til að koma að niðurstöðu af mynd. Við vorum að skoða tíðarandann, hvort hann var að segja frá tíðarandanum vel. Við skoðum hversu fræg myndin var á tímanum, bara hvaða frægast var myndin og hvernig þessi mynd hjálpaði mögulega að þróun kvikmyndatöku. Og bara njótið. Já, fyrsta myndin 1888. Gjörðu svo vel. Hún er með glósubókina, hún glósar, ég fann myndina, þetta er hún og horfið á hana með okkur. Sem fyrsta myndin. Hún er 1,66 sekúndur. Eftir Louis Le Prince, sem var uppfinningamaður franskur. Hún tekið hann upp í Englandi. Það var alveg áhugavert að horfa á þetta á fyrsta myndin sem var einhvern tímann gerð. Og það er svakaleg mynd. Svakaleg mynd. Já. Við horfðum á mynd 2. Það var 1890 sem var gerð 1896 í Frakklandi. Já. Og hún var aðeins lengri. Hún er 50 sekúndur. Og þetta er í rauninni ekki mikið í gangi nema lest sem að keyrir í áttina á skjánum og farþegar sem fara inn og út úr lestinni. Og það er sagt að áhorfendur á tímunum þegar þau horfa á þetta fyrst hafa orðið svo hrætt við þessu að þau öskrað og hlaupið út úr leikhúsinu og þau héldu að lestin myndi bara ryðjast úr tjaldinu og í þau. En þessi saga er alveg örugglega ýkt, mjög ýkt en samt ábyggilega eitthvað sannleiki í henni út af þú veist tæknin alltaf þetta var bara nýtt. Já. En náttúrulega ótrúlega skrítið að horfa á þetta, skilur þegar bíómyndir ekki hlutur. Þetta er geggjumynd. Hvað er í gangi? Þetta er ein erfiðasta bíómynd sem ég hef horft á. Hún var 14 mínútur, lengstu 14 mínútur í lífinu mínu. Þetta var það var erfiðara að horfa á þetta en bara, þú veist, ég veit ekki hvað, sko. Byrjunin var mjög rugglislega, ég skil ekki neitt, þau voru allir reiðir og svo allir glaðir. Þetta var við erum til tunglsins og svo var eitthvað pirraðir og svo voru þeir glaðir. Þú veist, þetta voru galdrakallar, þetta var mjög skrítið. Og þá þau voru eitthvað að dansa og hoppa, þá fóru til tunglsins og tunglið var með fisk og sjó. Það var sjórinn að það var fólk aðbært. Ef þegar þeir dóu þá urðu þeir á gasi. Þú veist, það var alltaf með gas úr tunglinu líka. En, já, og þá komum við tilbaka og erum bara óvilt. En segðu frá höfundinum hérna. Ég ætla ekki að segja þetta nafn. Nei, ekki heldur. Þetta var eitt af fyrstu sci-fi myndunum. Ég glemdi að taka það fram. Þetta var eitt af fyrstu sci-fi myndunum sem var einhvern tímann gerð og hún var mjög fræg meðal almennings. Og eins og hérna er þetta frönsk mynd. Smá áður en að við horfum á næstu mynd. Lóa er að skrifa næstu mynd en þetta er sem sagt, hún er 3 klukktímar. Við munum, ég veit ekki hvort að við höfum tíma til að klára hana en við ætlum að byrja á hann í dag. Og það er bara spurning út að við erum báðar þannig að sko við erum mjög erfitt með að fókusa í langa tíma. Við erum ADHD hérna vinir. Við tókum til lífum í dag. Og þetta verður erfiðustu klukkutíma lífsins okkar. Þetta er við allan að fyrir þessar nokkrar mínútur á myndinni. Guð. 3 klukkutímar á þessu. Gaurinn skeggið, hann átti systur, vinur hans, sá mynda systurinn, sem heitir nákvæmlega heimdjá, nema heimdjá svart hár, hann sá mynda systur hans og var ástfangin og þetta er hún. En hvað er þetta læring sem er mismunandi? Og því hún var auðvitað sem ljóst pappa og hún leit eins og hún leit á myndinni. En það líta nákvæmlega eins út. En ekki hárið, og það er bara klósa svo mikið eins og systkin gera. Þetta er hún, svona systkin, þetta er hún, líka, við heitum hún hvítur kjól. Það er ekki nokkru dagar á milli. Stjórnin D.F. Griffin gerði í Bandaríkjunum. Þessi mynd hún var 3 klukkutímar, yfir 3 klukkutímar. Alltaf lungsamt. Þetta var eins og að horfa á, þú veist, 12 klukkutíma mynd. Hún var mjög vinsæl á tímanum, mjög byltingarkennd. Já. Líka svona stór svona production og rosalega óþekkt og mjög stórt skrefar áttan af myndum sem við höfum í dag. Þannig að þetta var mjög mikilvæg mynd fyrir bara kvikmyndasöguna. Alltaf löng. Hún var hrikalega rasísk. Hún var hvernig KKK bjargar
heiminum og bjargar deginum. Allir sem voru ekki hvítir voru í blackface og hvítir leikarar með blackface eða... Og það sást alveg frekar vel, sko, þú veist, það sást hvít mynd. Og þeir voru líka alltaf mjög heimskir og mjög vondri menn. Já. Þetta var bara... Og maður sá bara það var verið að gera grína þeim eins og ég veit ekki hvað. En þetta var mjög líka hægdregin mynd, þú veist, það var mjög erfitt að horfa á hana út og það gerðist allt svo ógeðslega hægt. Já, hún var drefleðileg. Já. Ég er svo sett hérna úti í sikurlagi að horfa á myndina. Já, hún vill ekki vera í sólinni, ég vil náttúrulega njóta veðrisins. Við erum hérna að horfa á sömu myndina á sama tíma en samt í sikurlagi. Ok, við erum núna svona að plana allt hvernig við ætlum að gera þetta. Skrifa niður hverju guðlar upptökin og hvað myndir við erum að taka fyrir næsta degi. Yes. Þessi mynd var 2,5 tíma. Hún var fyrsta myndin sem var skemmtileg. Já, við áttum auðveldast með að horfa á hana. Hún var fyrsta myndin til að vinna Oscar og eina myndin sem er þögul sem hefur unnið Oscar. Já, og bara, þú veist, stór fyrir kvikmyndasöguna. Já, hún var ástasaga, sexist. Já, og svo er myndin svolítið það bara, þú veist, hvernig tveir vinir fara í herinn í svona loftherinn, held ég að kallast. Það er líka svona sambandana sem hann gæti svona í dag, svona, eru þeir ástfangir eða ekki samband? Já, þeir tveir voru svolítið svona aðeins too close, sko. Og við bara tókum eftir ykkur svona eins og endurtekningar, tákn og parallel. Það er svona, maður sér að það var sett svona effort í söguþráðinn. Þau líka aðeins byrja að leika sér með hvernig á að tengja það allt saman og okkar, bara mjög flott mynd. Já, öllum hinum það er ekki söguþráður, þá er þetta bara eitthvað í gangi. Já, þetta er góði leikarar, þetta var bara, þessi átti þess að Óskar skilið. Já, ég myndi það. Leikstjórinn þarna William A. Wellman og þetta er gert í Bandaríkjunum. Þessi mynd var 1,5 tími eftir Charlie Chaplin. Já, sem allir þekkja. Þetta var fyrsta myndin þar sem það heyrðist í rödd. Charlie Chaplin, hann söng á bulla, tungumáli, bara var á bulla. Þetta bara hvernig Charlie Chaplin er bara að hafa erfiðleika með að aðlagast nútímanum. Það sem þú veist, það er fjöldaframleiðsla og verksmiður og eitthvað þannig og hún bara varpar ljós og gagnrýnir á þennan iðnað, fátækt og bara hvernig fólk var að verða dálítið vélrænt. Það er eina fyrstu myndir sem er svona mjög augljós sem boðskap. Þú veist, þú getur alveg túlka boðskapir fyrir einhverju auðvitað og hann er bara mjög raunhæfur og flottur, sko. Og þetta var líka bara þessi mynd opna í rauninni, hjálpa að opna dyrnar fyrir samfélagsrýni í kvikmyndum. Frægasta atriðið í myndinni er þegar hann sogast inn í tannhjól á vinnuvél. Já, og þetta er bara svona mjög táknræn mynd á hvernig því maður getur bara týnst í svona ópersónulega og bara svona vélræna heimi. Og okkur fannst það mjög cool. Já. Ok, hérna er Casablanca. Þessi mynd er 1 klukkutíma og 40 mínútur. Hún er leikstýrð af Michael Curtis og er gerð í Bandaríkjunum. Hún var mjög góð. Hún var mjög góð. Fyrsta myndin sem var að tala í gegnum alla myndirna. Mjög margar frægar línur og það var mjög oft vitnað í hana í bara allt sem þú sérð. Já. Eina af þessum línum er til dæmis, hún er í Modern Family sem er uppáhaldsþættinum mínir. If that plane leaves and you're not on it, you will regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Þessi mynd hún blandar sko ást og stríð og pólitík og hún persónuleg fórn sem var bara allt í einu sögu sem var alls ekki algengt að sjá. Þessi mynd gerist í seinni heimsstyrjöldinni og hún er svona, þú veist, mjög raunhæf og raunveruleg þar sem að leikararnir eru flestir flóttamenn sem voru að flýja úr nasista Evrópu. Og söguþráðurinn er svolítið bara að, þú veist, aðalkarakterinn Rick þarf svolítið að velja milli bara ást og að velja réttar hlutin. Allir valmöguleikar koma með sínum kostum og göllum. Mér fannst mjög áhugavert að þau voru að leika sér með skugga og ljós og einhverjar ákveðnar hliðar til að koma fram eitthvað tákn eða eitthvað þannig og það var fyrsta myndin sem ég tók eftir einhvern veginn svona sem er að leika sér aðeins með meira kvikmyndatökuna. Við erum orðnar mjög þreyttar á þessum stríðsmyndum. Þetta er svona hvað, 4. stríðsmyndin eða eitthvað? Hún er leikstýrð af William Wyler. Hún er 3 klukkustundir og 30 mínútur. Hún var helviti löng. Gerð í Bandaríkjunum? Hún var gerð í Bandaríkjunum. Hún var eiga það og hún er búin að vinna hvað 12 Óskara. 11. Hún vann 11 Óskara og engin mynd hefur unnið fleiri en 11 Óskara. Það eru bara 2 myndir sem hafa jafnað og það er Titanic og Lord of the Rings. Þetta var bara önnur stríðsmynd eins og heil allar. Og það voru svona 2 bræður sem voru sikkur hlið stríðsins árið 26 eftir Krist í Róm. Þetta var fyrsta myndin sem var með lit, alveg fyrsta mynd sem var í lit
En það voru samt líka mjög margir í blackface í myndinni sem það er ekki hægt greinilega. Það var bara svona byltingarkennd mynd. Hún ýtti við svona mörkin á kvikmyndagerð og stunts og bara hafði áhrif á hvernig stríðsmyndir og hasamyndir yrðu gerðar á, hvernig þær yrðu gerðar eftir á. Þetta var alveg fín mynd. Ég myndi örugglega ekki horfa á hana aftur. Það var dálítið löng og dálítið erfitt að horfa á hana. En hún er samt góð. Ég skil alveg hvað hann er Óskar að koma. Þessi mynd er leikstýrð af Robert Wise og hún er gerð í Bandaríkjunum. Hún er 3 klukkustundir. Svolítið löng en alltaf leið. Það var mjög falleg mynd, hún er mjög skemmtileg lög, mjög yndisleg. Hún gerist í Austurríki í seinni heimsstyrjöldina og hún er bara mjög yndisleg mynd. Það tók eftir að það var svona sexismi, en á því leiti að það var svona að konur hafa ekkert virði ef þær ekki með mann. Það var svona, lífið byrjar þegar þú færð mann eða eitthvað þannig, það var þannig skilaboð í því. Það sem er öðruvísi þessa mynd er að það er ekki verið að sýna úr stríði. Það er talað um stríð og þetta gerist á stríðstíma, en það er ekki verið að sýna bardagarsenur eða ljóta hluti. Heldur er þetta mjög friðsæl mynd og ég túlka þetta svolítið sem að fólk á þessum tíma var að horfa á 1960, var að horfa á þessa mynd til þess að bara leita friðar og ekki meira stríði, skilurðu. Star Wars er leikstýrð af George Lucas. Hún er gerð í Bandaríkjunum og hún er svona 2 tímar. Já, þetta var fyrsta myndin sem við horfum á sem var svona svakalega mikið special effects, bara alls staðar. Það greina tæknin er búin að þróast alltaf mikið þarna. Það er mjög klassísk mynd, ekki mikið sem er hægt að segja, sem fólk veit ekki það, sko. Það var líka fyrsta svona sem það byrjaði, þetta var alveg bjóð til mjög mikið svona fanbase, það var leikföng og hvað þannig gert úr þessu og það var ekki eitthvað stórt, þetta var mjög byltingarkennd mynd. Þetta var og er mjög stór mynd. Við erum hérna. Við ætlum að horfa á E.T. núna. Yay! No stríð. No stríð. Þessi mynd er leikstýrð af Steven Spielberg. Hún er 2 klukkutímar og var líka framleidd í Bandaríkjunum eins og þessar flestar. Já, og þessi mynd, svo sagt, hún er svona, við erum komið miklu meira í nútíman. Þetta er svona hvernig myndir eru flestar. Og þetta er svona myndir sem þú ert bara að horfa á í dag. Já, það er sem sagt svona frægast atriði í myndinni. Það er þegar E.T. er í körfunni á hjólinu og þeir svona hjóla fyrir framan tunglið. Þetta var skemmtileg mynd, hún var sorglegri en ég átti vona. Það var alveg svona, I'll be right. Já. Góð mynd, geituð mynd. Geituð. Ok. Mér spyrir eitt, ok. Þú segja. Pabbi hennar syngir styrtunni. We're soaring, flying, there's not a star. Þú veist ekki að tíma, sko. Þessi mynd er leikstýrð af Quentin Tarantino og hún er gerð í Bandaríkjunum og hún var 2,5 tími. Þetta var svona eitt af skemmtilegri myndunum, sko, ábyggilega uppáldið. Hún var líka mjög ný til að hafa mismunandi sögufræði sem kannski saminast í eina og eitthvað þannig, það var ekki algengt. Og svo líka gaman af því að leikstjórinn, sko, hann leikur í myndinni sjálfur. Hún var mjög svona grípandi fyrir ungu kynslóðuna og mitt pabbi minn þegar ég sagði hann að við vorum að horfa á hana að hann bara gat ekki hægt að tala um hana. Það var alveg svona svakalega stóra tíma. Og svo svona fullur af fólki í mínu lífi áttu öll soundtrackið, sko. Það var alveg mjög áhrifamikil mynd. Já. Þessi mynd var leikstýrð af Richard Kelly og hún er 2 klukkutímar og er gerð í Bandaríkjunum. Hún var, mér fannst hún helviti góð. Já, hún var það. Mér finnst svona mjög skemmtilegt allavega, þetta var svona psychological thriller. Það sem finnst líka flott er að það eru mjög mikið mismunandi á túlkunum á endunum. Já, við vorum svona að reyna að finna út og við vorum allt öðruvísi. Úlingarnir og þannig yngri kynslóðin á þessum tíma virkilega elsku hana. Hún var mjög stór þegar hún kom út. Ég sé ekki jafn mikið tala um hana í dag. Það voru þetta aðra myndir sem komu líka til greina en þetta var eina myndir sem við hefðum ekki báðar horft á. Já. Þannig við vorum bara, ok, við skulum bara horfa á hana. Já. En það er ástæðan fyrir að völdum hana. Já. En þetta var mjög góð mynd, sko. Herða heilan. Herða heilan. Þessi mynd er leikstýrð af Anthony Russo og Joe Russo. Hún er 3 klukkutímar og er framleidd líka í Bandaríkjunum. Og hún var mjög, ekki hröð, en það var bara alltaf eitthvað að gerast. Já. Það er svakalega mikið munur að horfa á svona gömlu myndin og horfa á þessa. Og því það var bara
ógeðslega mikið af ljósum, ógeðslega mikið af pjú, pjú, pjú. Þú myndir bera saman Birth of a Nation og þessari mynd, þú veist, Avengers. Já, nei, hvað er góður, það er svo mikið. Það eru báðir 3 tímar, en þú veist, svo Avengers, mér leiði eins og hún var klukkutími. Já, og hinn var, þú veist, 5 sólarhringar. Já, svona mynd sem var svona ógeðslega mikið, hasar ógeðslega mikið bara, var ekki of mikið fyrir okkur, þú veist, við erum orðin svo vön og svo ógeðslega vön að svo ógeðslega miklu að, þú veist, ég held ef maður væri í svona 1910 og myndi sjá þessa mynd, maður myndi fá heilablóðfall. Og þau myndi fara að gráta. Þú veist, þau voru hrædd við lestina. En þú veist, eins og við að horfa á svo gömlu myndir, það var alveg drepleiðilegt. Já. Þannig að maður sér munin á hvað við erum vön og hvað við erum vön að fá alltaf ógeðslega mikið bara right in our face. Já. Marvel og bara Avengers yfir höfuð, það var náttúrulega bara mikil áhrif á ofurhetju menninguna. Þessi mynd er leikstýrð af James Cameron og hún er framleidd í Bandaríkjunum, gerð í Bandaríkjunum, og hún er 3 tímar. Þetta er ótrúlega vel gerð mynd, sko. Ógeðslega falleg. Mjög. Þetta er svona að þú horfir á gaman CGI og er bara, hvað voru það að reyna? Og það sér maður til þetta í dag og bara, þetta geti alveg eins verið bara ég fyrir fram á mig. Þetta er eiginlega bara hryllingur hvað þetta er flott, sko. En, já. Herðu það? Já, nei, ég held við bara. Og hingað til hefur þessu mynd grætt bara mest penning, er frægust þessum áratug, en við veitum þetta ekki hvað kemur eftir þessu næstu 5 árin. En hingað til. Hingað til, þá er þessi mynd svo sem að svona stendur upp. Já. Já. Við höfum núna hort á 15 myndir. Og ein frá hverju minnsta áratug. Og hérna eru lokaniðurstöðurnar okkar. Ég langar bara svo að fá að segja það. Ég smátaði eftir það. Já. Mér finnst þetta áhugavert. Ég lærði svakalega mikið. Já, líka þegar ég er að endurhorfa á bíómyndir sem ég hef hort á áður með það í huga það sem við erum að skoða. Þá sé ég þessar myndir í allt öðru ljósi, skilur. Þegar ég sé frekar bara vinnuna sem fór í myndina sjálfa í staðinn fyrir að ég bara horfa á myndina. Hver einasta sena sem þú horfir á hafa mörg tugir af fólki verið að pæla og hugsa. Gefur bara meira meiningu í myndinni sjálfa að bara vita hversu mikil vinna var lögð og hversu mikil hugsun er bak við þetta. Já. En líka bara að sjá, þú veist, þróunina á tækninni og, þú veist, CGI. Þetta er svakalegt, sko, þetta er klikkað og líka bara hvað þetta gerist á snöggum tíma. Við byrjum á þetta mjög hægum og bara hljóðlausum myndum með engum lit. Þá komið þetta 1950, þá komið litur. Já. Og bara árað undan þá vorum við komið að tal. Og það var þetta er svona, maður byrjar að sjá bara allt í hennu, byrjar alltaf að gerast. Já, þú veist, í staðan fyrir að þetta er bara, þú veist, í rauninni ekkert í gangi, maður skilur alltaf hvað maður er að horfa á í bara sögu þráð. Þessi þróun, hún gerist mjög hratt. Já. Það var svona, þetta er ekki eitthvað mjög dreift, þetta er ekki svona 1920 kom þetta, 1940 kom þetta er bara búm, 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 allt í hennu eitthvað svakalegt nýtt á hverjum einasta áratögi. Þú veist, þessi tækni þróun og bara allt breytist, þú veist, þetta breytist mjög mikið eftir hverjum áratug og ég er bara mjög spennt að sjá hvernig það mun breytast, halda áfram að breytast. Og svo var það bara mjög nýlega, eða bara 2010, þú veist, Avengers, þar sem að maður sér, þú veist, breytinguna í samfélaginu, þú veist, það er kona sem að leikur aðalhlutverk og, þú veist, með aðalhlutverkunum og svart fólk og svoleiðis. Og svo getur maður líka að sé bara hvernig, þú veist, allt þróaðist bara í gegnum myndina, þá getur smá séð hvernig samfélagið var sett á þeim tíma. Með þetta verkefni, það leiði okkur virkilega að sjá munin, þú veist, hvernig samfélagið og tæknið þróaðist. Já. Og bara kvikmyndataka, bara in general. Já, þetta var svona ótrúlega skemmtilega verkefni, ég ætla bara að segja það. Já. Og líka mjög spennandi og mjög þakklátt að geta gert það með henni. Þar sem að við erum dálítið svona svipaðar þegar kemur á þessum myndum. Og þú veist, það erum við að tala um athyglis svona spannið okkar. Eins og núna. Ég var að tala um athyglisspannið. Þetta var ógætt. Já. Já.
Ok.